Já, góða kvöldið, áhorfendur góðir og verið velkomin í Káa TV. Hér fyrsti leikur á kvennaliði Káa í úrslitakeppninni. En stelpurnar hjá Káa eru deildarmeistarar og sátu því hjá í áttaúrslitunum. Það mæta hér Völsung, það algjörlega magna að þessi nágrannalið skuli mætast. Völsungur sló út Álftanes í áttaúrslitunum og nokkuð ljóst að við erum að fá spennandi leik. En leikiliðana í vetur hafa verið mjög jafnir og spennandi. En það byrja á því að þakka mönnunum í Stefnu kærlega fyrir það að þeir bjóða hér upp á þessa fríu útsendingu fyrir ykkur hér á YouTube. Stefna.is ef ykkur vantar einhver aðstoð með heimasíðu og fleiri ráðgjöf hvað varðar netmálin hjá okkur. Stefnumenn algjörlega frábærir. En við ætlum að fara að kíkja á liðin, byrjum á gestunum í Völsung. Sjáum hérna, númer 4 Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir, númer 5 Kira Sutcliffe, 7 Katla María Guðnadóttir, númer 10 Nikkia Benítez, 14 Ingunn Elsa Apel, númer 15 Kristey Maren Hallsdóttir, 16 Tamara Berova, 17 Sigrún Marta Jónsdóttir, númer 18 Lilja Mist Birkisdóttir, 27 Inga Björg Brynjúlfsdóttir og þjálfari Trey Winmayer. En áður við byrjum að kíkja á lið Káa, þá verið að heiðra hérna leikmenn Káa sem voru í liði ársins. Hún Júlía var algjörlega mögnuð í deildakeppninni og að sjálfsögðu í liði ársins og einnig besti erlendi leikmaðurinn. Svo eru fleiri úr röðum Káa sem voru í liði ársins. Helena Kristín Gunnarsdóttir kemur hérna inn. Helena hins vegar ekki að spila meira í vetur en hún að búast við sínu öðru barni og það náttúrulega bara frábært. En það þýðir að við sjáum þá ekki til hennar aftur á þessu tímabili. Hér svo Auður Pétursdóttir, efnilegasti leikmaður Unbroken deildarinnar. Glæsileg Auður. Og svo það þjálfari ársins, það Miguel Mateo Castrillo. Ég segi deildarmeistarar Káa sé eðlilega stór hluti af liði ársins. Mateo hér með sín verðlaun og já, glæsilegt hjá þessu magna liði Káa sem hefur heldur betur hampað nær öllum titlum undanfarin ára og stefna ótrúlega því að reyna að verja Íslandsmeistara titil sinn sem var unnu í fyrra. En þurfa þá fyrst að fara í gegnum Völsungsliðið sem heldur betur búið að reynast Káa-liðinu erfitt í vetur. En kíkjum á lið Káa, númer 2, það Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir, að spila á miðjunni á Káa, númer 5 svo Pála del Olmo Gómez, algjörlega mögnuð Pála, sem þið sjáum þá með einhver 268 stig í 16 leikjum í vetur. Númer 7 svo hún Júlía Bonet Carreras, besti erlendi leikmaðurinn og í liði ársins algjörlega frábær 338 stig hjá henni í 18 leikjum. Númer 8 svo Lilja Kristín Ágústsdóttir, ung og efnileg stelpa sem hefur verið að fá stærra hlutverk í vetur. Númer 10 svo hún Magna Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir, lykilleikmaður á miðjunni hjá okkur. Númer 11 svo Amelía Ýr Sigurðardóttir, uppspyrarinn sem hún tók við af Jónu Margréti fyrir tímabilið og heldur betur náði að halda upp í frábærum standardi í uppspilinu hjá Káa-liðinu. 12 svo Rakel Hólmgersdóttir sem líberó. 13 svo aðallíberinn okkur, hún Valdís Kapitula Þorvarðardóttir. Mögnu hún Valdís var nú blakun ársins fyrir 2 árum síðan. 14 svo Þórhildur Lilja Einarsdóttir. Númer 15 Annika Snædís Gautadóttir. 16 svo eins og segi hún Auður Pétursdóttir, efnilegasti leikmaður Unbroken deildarinnar. Og 18 svo Lilja Rut Kristjánsdóttir. Og þjálfari eins og segi þjálfari ársins Miguel Mateo Castrillo. Og ég minni aftur á að við þökkum Stefnu fyrir það að bjóða upp að þessu útsendingu hér í dag. En já, fólk að tínast í húsið. Veit að það var slæm færð milli Húsavíkur og Akureyrar seinnipartinn. En vonandi komast þeir sem að vilja frá Húsavík í húsið.
Það hefur verið mjög skemmtileg stemning í kringum Völsungsliðið og þær hafa, eins og segi, komið svo öflugar KA-liði í erfiða leiki í vetur. Þær unnu 2 leiki, 3-2 í deildinni. En KA náði frá hendum í 8 úrslitum bikarkeppninnar sem KA vann 3-0 og kom sér þar með inn í bikarúrslita helgina. En þetta að fara að staðna hjá okkur. Ágúst Stefánsson heiti ég, verður þetta með ykkur í kvöld og með mér verður Birkir Freyr Elvarsson. Og þetta fer að hefjast hjá okkur. Verður væntanlega hörkuleikur. Hvað segir Birkir? Hvernig líst þér á þetta? Herðu, þetta bara lítur út fyrir að vera frábær skemmtun í kvöld. Ég trúi bara ekki öðru. Ég ætla að segja, þetta er mjög skemmtilegt að fá nágranna slag og Völsungur heldur betur komið þannig inn í vettur. Þær hafa náð að velta KA heldur betur undir hugum. Já, Völsungur hefur átt sínum bestu leiki á móti KA, en það verður áhugavert að sjá hvað þeir gera í dag. Já. Þegar komið er að þeim stóra. Algjörlega, og mér gleymir ekki að KA antalega komið vekk fyrir það að Völsungur komst í bikarúrslitahelgina, þannig að þær vilja kannski hefta fyrir það. Það var síðustu leikur liðanna. Þetta kemur fyrsta stigið, það er Júlía með áhugaverða laumu í styttralæginu. Já, verður að spara sig aðeins. Nó eftir að leiknum. Já. Og ekki sem það jafna sér eftir skemmtilega heimferð frá Hveragerði í gær. Og býst hann skrautleg. Já, það er að segja heimferðin, ekki Júlía. En hérna smá brasa móttökunni hjá gestunum, en náðum bara að gera ágætið sótt úr þessu. En Pála setur hann yfir og skorar. Gælislegi hérna á Pálu, þetta er á leiðinu beint í hornið. Þetta er bara hnitmiðið og fast. Já, mér finnst þið að setja nokkuð oft Pálu og hún sé að slá vel og út í horn. Hún er mjög skynsamur leikmaður og hún finnur hornin á vellinum. Já. Það getur erfitt að verjast á móti svona. Þetta betur og þetta er Amelía að hóta á sem er rétt ná að sleppa þessu. Kemur Amelía upp á Pálu. Pála alveg í hornið. Já, ætli við sjáum ekki nokkuð oftur núna næstunni. Jú, það er spurning hvort að Völsungur fara að breyta upp uppstillingu og verja í hornið bara. Já. Það vantar kannski aðeins fyrir handboltamenningu á Húsavík, það vantar fyrir hornamenn. Það er bara þannig. Þannig kemur Amelía aftur. Amelía ætlar með rosalega góðar uppgjafir, en móttakan er góð núna. Og Valdís með frábæra björgun, en Júlía nær ekki að bjarga þessu. Valdís má eiga það, hún er eiginlega alltaf að krafsa í alla bolta. Já, Matti og hann samt greinilega ekki sáttur með hana. Það er hún geta gert betur. Það er gott að hafa kröfur. Já. Þetta er enn einn frábæri boltar af Pálu. Já, 4-1 og Pála komið 3 stig. 3 smörs, öll í hornið þitt. Já. Góð uppgjöf þarna. Já. En þurfa að setja boltan yfir. Rétt. Kemur Annika. Bolti á henni. Sneiðar fram í hárunni hérna. Svo Amelía tekur þennan. Það er Valdís sem spilar upp á Pálu. Pála setur hann út. Hún er vist mennsk. Það vantar kannski smá samtal hérna hjá Júlíu og Amelíu. Amelía tók hérna fyrsta bolta. Við ætlum að hefst það upprættir því. Já, það er náttúrulega rosalega langt síðan að KA hefur spilað. Það er náttúrulega slepptu fyrstu umferðinni af því að það voru efstari deildinni. Já. Þá fengu þær að sleppa fyrstu umferðinni í Íslandsmeistaratitilinn og það er orðnar 3 vikur síðan stiluðu síðast eða eitthvað. Já. Það er svona, einmitt, það er oft svona svolítið sitt að hvort þú vilt fá pásuna eða þú viljið halda rytmann. Það er alveg sitt að hvað fólk segir. En Lovísa Rauð til alveg saman það, hún bara skor rás.
Reynda svo sem megastelpurinn eiga það, þær fóru nú til Spánar og spiluðu nokkra leiki þar og þar með móti Jónu Margréti og liðsfélögum hennar. Einmitt, hann náðu mjög góðum æfingarleikjum á Spáni og það er kannski ekki alveg dottnar úr leikformi en þetta getur verið erfitt. Fín háur þarna. Það er Lovísa sem spilar upp á Pála, léttur bolti, góð björgun, kemur Nikki einu megin en Annika vil staðsett. Og hvað gerist hér? Káa stelpurnar mótmæla allar. Ætti alltaf Bjarni Ben var hérna uppi að dæma. Nú var ég átti hann ekki alveg á hvað gerðist þarna. Sýndist koma rúllandi bolti inn á völlinn hann á stúkunni einhvers staðar og dómari leiksins virtist ekki sjá það. Það er endtekið Maron og tók eftir því en engu síður þarna á Pála ekki að hætta að spila og þetta halda áfram og bara betur dómarinn flautuna. Sammála því. Þú er bara að spila þinn leik, ekkert bara benda eitthvað til loftið og öskra dómarann. Sammála því. Þarna gott. Og varst Marín ókomið þarna og stoppaði þetta mjög gott. Þannig að staðan er áfram 6-2 fyrir Káa. Kemur Lovísa. Þessi langur og hárrétt að láta fara þarna. Vel gert hjá Sigrúnu Mörtu, líberó. Það er rosalega gaman að sjá hvað komið mikið líf í blakið hjá Húsavík, eða hjá Völsung ætla að segja. Pála. Það ser út, Þessi slegi leikmenn aðeins út af læginu, þessi auka bolti sem kom á hann. Já, verður skrænilega að hafa meiri áhrif en við heldum. En það er komið tilbaka úr þessu vonandi. Þessi er inni. Vá, það sé datt svakalega hratt niður. Ég var sammála Páli, ég held að það var langt úti. Þetta var virkilega vel getið Nikki, en hún er algjör lykileikmaður hjá Völsung og er sterktur í Káa að reyna að stoppa hana strax. Júlía með frábæra móttöku, boltinn er upp á Pála, setur hann út. Við hrósuðum Pálu sannlega aðeins svo mikið á þann. Þetta er þriðju mistökinu röð hjá henni núna. Ég held að Pála sé eini leikmaður sem ég myndi vera óhræddur við að hrósa nú orðsöndu mikið. Hún er svo ótrúlega yfirveg og það verðist ekkert bita á hana. Það er kannski vitlaus í mér. Við skulum sjá. Nú kemur Nikki og þessi er út. Valdís Kapitola lætur hann fara á 11. stundu. Og það er rétt hjá henni eins og svo ofta áður. Og sjáum við hérna Káa klikka á 2 rukkjum, Völsungur 3. Þá klikkar rukkjum hjá Anniku. Og bæði lið þá klikka á 3 rukkjum. Sjáum þá Tamöru fyrir Völsung. Flottur bolti frá Pálu, boltinn upp á Heiðdísi hérna, nei Heyrún ætla að segja. Og kemur boltinn núna á Júlíu og Júlía klára þetta vel. Annars stíð hjá Júlíu leiknum. Eins og segir Birkir náttúrulega, ég nefndi á hann Helena Kristín náttúrulega frá eftir að hún náttúrulega er með barni. Rétt eins og Heiða systirinnar. Hvernig heldur að Káa-liðið spreyti sig í keppni, úrslitakeppninni sem er spilað mjög þétt. Það er rosalega farið úr sóknarbreytinni. Þetta gæti orðið
býsna erfitt, sérstaklega sem þær hafa nú verið að lenda í miklum vandræðum með þetta Völsungslið, þannig að þetta gæti orðið á brattan að sækja hjá þeim. Já, þetta sérstaklega núna að hún spila þétt, þannig að það er mikið álag á Júlíu og Pálu. Klálega og vel gert. Nú sótt hún öll hjá gestunum, kemur hérna fínboltakantinum og Annika nær að verðast þessu. Boltinn frá Amelíu og Pála með flottan bolta. Og þessir út. Má segja svona varnarstig að káa þarna. Já, þetta var svolítið baráttu stig. Þetta er mjög gott að fá svona stigum. Þetta gefur svo mikið þegar hún er að verja boltana og koma honum tilbaka aftur eftir góða sókn í Völsung. Þá er rosalega sterkt að fá svona stig. Algjörlega. En já, þetta er allt stál í stál hérna, 10-9 fyrir Káa hér og Völsung getur jafnað. Boltinn er upp á Lovísu, frábær bolti frá Amelíu og Lovísa klárar þetta. Virkilega vel spilað hana hjá þeim. Já. Og líka eins og voru að segja, það er rosalega gott að ná að dreifa sóknarþungunum svolítið. Það sé ekki alltaf bara þessar tvær sem við tölum svo mikið um, Pála og Júlía, sem er að halda þessu uppi. Með Nikki á. Hún er gríðarlega öflug, ég hvernig vant að stoppa hana. Hún virðist ætla að slá virkilega vel í dag, með að það hvernig þau verið núna allavega. Já. Hún má eiga það, hún stekkur verulega vel en slæðir líka gríðarlega fast. Það er meira en að segja að verjast að erjani ef hún fer fram í hárunni. Já, ef blokkin er ekki alveg rétt staðsett, þá er virkilega erfitt að ætla að verjast þessum boltum að koma bratt niður og gerir rosa lítið nema að koma beint á þig. Já. Jæja, 12-10 fyrir Káa þegar Lovísa komin aftur. Liðin skiptilega brá að skora núna. Þá klikkar Lovísa. Enn er Nukkjum sem klikkar hérna á liðunum. 4 á lið. Sem er ansi stór hluti af skoruðum stigum í stöðunni 11-12. Já, það er greinilegt að bæði lið ætla að pressa svolítið í aukjöf. Kemur Pála, fínn bolti en þetta er vel varist, kemur Nikki að sem er langt frá netinu og en Annika verst þessu, boltin ennþá í leik. Kemur Nikki aftur og þessi er inni. Sá að hárundin var ekki alveg klár. Það er ennþá leiðin upp hérna í hárundinni og Nikki refsar. Amelía upp á Pála aðeins og fljótt þarna og þetta er frábær björgun Amelíu, kemur svo Pála, algjör redding að Káa þarna, kemur svo Nikki að hún laumar og skorar. Já, hún getur líka laumað. Skynsamt þarna hjá Nikki, sá að blokkið var góð og Amelía aftarlega, þannig að hún laumar bara beint aftur fyrir blokkina. Já. En mér finnst gestirnir vera að ná smá taki á sönnuna. Nú er Káa búið að smá missa sótabitið og kannski aðalega alltaf því að Völsungur hefur verið að pressa á okkur. Það er spurning hvað heldur að Matti og geti gert til að snúa þessu aftur? Ég held að hann þurfi bara aðeins að núllsýta stelpurnar, byrja bara upp á nýtt. Það er verið að átta sig á hvar klæðurinn eru. Miðjurnar eru svolítið búin að vera að festast á móti miðjunni á Völsung og það er ekki þeirra sterkustu sóknarmenn þar, þannig að þú verður að vera fókusur á alltaf að vera með tvöfalda blokk á móti Nikkiu. Leið og verða að ná því, þá fer að snerta ykkur á bolta, þá getur þú fara að verja og þá getur þú fara að sóta á móti. Einmitt. Þetta var áhugavert að sjá hvað gerist þetta. Fyrsta leikliði búið og
Völsungur leiðir 13-12. Þetta er ás. Steinliggur. Kira Sutcliffe. Smetlið þennan. Kemur svo aftur hér Kira. En Júlia með fína móttöku, kemur svo Pála. Pála blokkuð út. Og Pála nær að losa þetta. Þessi bolti er út frá Nikju, ekki galin hugmynd hjá henni. En út yfir hann. Það var full mikið að þau góði hjá henni. Það er eiginlega átti eiginlega ekki klúðra fingurslægi yfir netið. Nei. Þú ert ekkert að fara að skora úr því. Það átti ekki að gera það allavega. Nei, vissulega, en þetta voru þetta káalið það framalega. Ég skil alveg hvað hann var að reyna þarna, en aðeins mikið kraftur hérna á ráni. Og hérna er Annika að skora. Þessi bolti var líklegast á leiðinu út, en það er teygja sig í hann á 11 stundu. En þið sjáu það er alveg magnað á þessum tímapunkti tímabils að K.A. er að byrja með Aniku í byrjunarliðinu og er að spila alltaf bara lykilhlutverk í liðinu. Hún er, 14 ára? Það er orðið 15. Er hún ekki að fermast núna í vor? Já, ég held hún sé 14. Já. 14 þessu ári. Já. Það er svolítið magnað. Já, og hún var með þess að valin í æfingahóp A-landsliðsins um daginn. Já, það er virkilega vel gert. Hún er góður leikmaður sem á framtíðina fyrir sér. Heldur betur. Hérna fagnar K.A. gríðarlega, þetta sluppuða við Nikki sem setti hérna boltaninn í netið. Það er ánægð með það að vera lausa við hann úr uppgjöf. Já, og sama tíma þá fer Annika í uppgjöfina. Hörku bolti, hún er að skora ás, hún skoraði einhverja 3 ása í röð daginn og endaði með einhverja 9 ása í sama leiknum. Þannig að ég skil að vera mjög vel að gestirnir taka í leikli bara strax, reyna að slökkva í henni. En þetta er búið flott svar. K.A. tekur leikli í stunni 13-12 og er komið núna 15-17 yfir. Það er 17-15 yfir, þannig að þetta er búið ágætt skafli. Þetta er alveg við að búast úr þessum leik, þetta verður svolítið sveiflukennt. Þetta er svolítið fyrir eftir hver er frammi í hvoru liði. Einmitt. Er Nikki að frammi hjá Völsung, er Júlia frammi hjá okkur. Já. Þannig að þetta getur orðið sveiflur fram og tilbaka. Já. Vonandi bara hentar það okkur og endum við 25 undan. Já. Ná gleymi því ekki allavega 2 af leikinum í vetri á sem liðið fóru í Oddahrinu. Þannig að þetta er jafnir en eins og segir leikir sem að fara fram og tilbaka. Kemur Annika. Hörku bolti, þetta er betra og það er ná að svara hérna. Amelia upp á Júliu. Júlia er laus, mann bolt og einhvern veginn snýst þessi í gólfið. Virkilega vel gert á Júliu. Hún er með svo mikið á vopnum í vopnaborinu. Hún getur slegið fast, hún getur laumað, hún getur skrúað hann yfir blokkina. Hún er með þetta allt. Já, alltaf búið að algjörlega magnað að fá hana inn í liðið okkar í vetur og sama tíma alltaf magnað að hafa hana líka í þjálfarateyminu Fjallamegin. Klárlega sko. Mikill blak heili. Nú kemur boltinn á Júliu aftur. Júlia með hörku bolta og hún er að skora. Já. Sko með fullri virðingu fyrir Nikki, ég held að það sé líka alveg ástæða af hverju Júlia er líka svolítið að leita að henni í afturlínunni, þar að segja. Þetta er fín móttaka hjá henni. Og vörnin á Valdísi. Já.
Þessi bótt ennileg, kemur hann á kantinn, þetta fín hávörn og þarna vantar Talanda en frábærlega gert hjá stelpunum að redda þessu. Völsungur enn í sénsnum með bóttinn á miðjuna og Amelía er að verka þessu á endanum. Kemur svo Pála. Með típiskan Pálu-bolta sem pompa niður. Þessi Pála hlýtur að vera ótrúlega góð í eðlisfræði því að einhvern veginn pompar boltinn rosalega furðulega hratt niður hjá henni aftur og aftur. Þetta er ekki fyrst skipti sem hún stígur um Blackwood. Þessi bolt úti, fellur lítið með gestur núna og KA-liði virðist að vera að sigla þessari fyrstur hinnu. Kýra menna bolta en hann er aðeins út og skyndilega KA búið að skora hérna 6 stig í röð og kemur stöðin í 21-15. Virkilega mikilvægt fyrir KA hann á góðri forustu. Það styttist í að Nikki að koma fram. Það er svolítið í það reyndar ennþá. Hún er í stöðu 1 núna, þannig að það er alveg 3 róteringar hann til hún kemst fram. Já. En stærleika eins og segir, við erum að tala um þessar sveiflur, menn alltaf KA alltaf lendi kannski smá andaraðum á hann, þá var alltaf með Pálu og Júliu báðar í afturlínu. Þá alltaf kannski eðlilega, þá vantar aðeins upp á sóknina. En svo er það að fljóta snúðs aftur sér í vil þegar Júlia er komið fram. En það snýst bara svo mikið að halda haus og reyna að gera besta sem getur úr þessum erfiðari stöðum. Þannig að hann með hörkubolta en móttakan fín og hörkubolti á miðjunni, á kantinn ætla ég að segja hérna. Og Heiðdís Edda er að skora sitt annað stig í leiknum hérna. Mikilvægt fyrir gestina líka að losa Anniku úr uppgjöfinni. Þarna voru komið einhverjar 7 uppgjafir í röð hjá henni. Já, hún er virkilega góð. Annika Snædís skilar alltaf sínu. En með svona eitruðu uppgjafir, þetta er svo mikilvægt fyrir KA-liðið að eiga svona inni. Algjörlega. Ég er bara fæði magasár fyrir hönd annarra liði í deildinni þegar hún var orðin aðeins eldri Pælir í hún í 14 ára og það gengur rosalega erfiðlega að stoppa hana. En það alveg uppgjafir, Tamara Berova hér með Ás. Þetta er hvergi nærri búið. Þetta er ekki búið ég segi að KA hefur gert breytingu, tekið Anniku út af og sett líberóinn Rakel inn á fyrir hana. Já. Sem spilar sem kantleikmaður í dag. Já. Það hafa fleiri líberóar farið að spila kant í afturlínu. Þetta er mikilvæg staða. Segi ekki annað. Mikilvæg staða. Algjörlega. En já, KA á nóga ungum efninu sterkum hérna kemur Þórhildur inn í uppgjöfina. Sjáum hvað Þórhildur gerir. Ísköld kemur inn á í mikilvægu stigi. Flottur bolti og ekkert langt fyrir að skora á þarna. Og svo í kjölfarið skorar Lovísa. Já. Þetta er einmitt vel gert hjá Amelíu, virkilega sniðugt. Hún er miðjan sem er á móti Lovísu núna er ekki svo hægt í loftinu en þú verður að nýta þér það alla góða bolta á Lovísu og slá á fullum krafti. Algjörlega. Og þetta held ég líka að það verið svolítið mikið að horfa á Júliu því að það var engin nálægt í að fara upp á móti Lovísu þarna. En það er líka vel gert að dreifa spilinu. Vel geta Pálunar þessu, hérna vantaði smá. Það var einhver miskilíkur hérna. Og þessi bolti endar í gólfinu. Svo að Þórhildur tekur hérna 1 skref á móti og það er... Þetta er óþægilegt, en Amelía er uppspilari, hún veit að hún á að taka hann. Já. Og hún veit að þegar hún fer á stað, þá mun allir færa sig frá. Þetta er bara ákveðið virðing svo þú færð þegar þú ert uppspilari. Þegar þú hleypur á stað, þá færur þið bara frá. Já. Það virkar að hann í öllu liði nema kannski örfáum liðum á öldung. En það kemur Júlia og eftir að hafa horninu út. KA-liðið fær þetta stig. Enn eitt stig á Júliu.
Hún og Pála stiðast með 5 stig hvor. Þá vantar 1 stig til að klára þetta og Amelía Ýr í uppgjöf. Já, hún bara kláraði þetta. Ég hugsaði að Amelíu langaði að klára þetta sjálf. Já, frábæra gert hjá henni og við ætlum að tala mikið uppgjöfnar hjá Anniku en Amelía líka gríðarlega öflug í þessu og hefur svona náð að halda svolítið þessum titli sem hefur verið að auðspyrnara KA undanfarin ár, Jónu Margréti sem er ása drottning. Já, við erum með mjög gott uppgjafið lið. Ég meina við erum með Anniku Snædísi sem kemur inn ung stelpa og fullt af ásum alveg óhrættu uppgjöf. Við erum með Amelíu uppgjöf sem er með mitt bestu uppgjafarnir í deildinni, eitt af þeim allavega og svo erum við með Júlíu líka sem er eitraðar uppgjafir og svo eigum við svona leikmenn eins og Pálu sem að hún kemur bara inn, hún gefur boltan upp þar sem hún vill gefa hann upp. Þetta er bara, það er svo dýrmætt að eiga svona leikmenn. Algjörlega. Hérna sjáum við hvernig fyrsta reyna spilaðist KA svo sem í rauninni alltaf með þessar hrinnu. Það kom þetta smá kappi sem að Völsungur náði að snúa sér sér í vil, komast einhverju 2 stigum yfir í stöðunni 14-12 en KA var nú fljótt að jafna og vindur endanum frekar sannfærandi 25-18 sigur sér hrinnu. Kannski full stór munur með hvernig það spilaðist en KA enga sig betri aðilinn, ekki? Jó, það voru það og Völsungur lendir í vandræðum í stöðu, 2 stöðum, mikilvægum stöðum þegar Nikki er í afturlínu í 1 og í 6. Þetta eru mjög erfiðar stöðu fyrir þær og þær þurfa að finna einhverja lausn Völsungur til að losna úr henni sem fyrst. Já. Sérstaklega út með svona Anniku uppgjöf, þetta er vond staða til að vera í. Algjörlega. Og já, hérna sjáum við stigaskorið á KA, sjáum að Pála til Olmóð með 5 stig öll úr smössum, Júlía með 5 stig líka. 3 smöss og 2 laumur, ánægður að hún sé að koma með einhverja laumur líka. Lovísa með 3 stig á miðjunni, Annika með 2 og Amelía Ýr gerði svo loka stigið úr uppgjöf. Hjá gestunum þar er Nikki með 4 stig, Heiðdís 2 ásamt með Kýrus úr Kliff, svo er Tamara Berófa með 1 stig. Þannig við kíkjum á þetta sjáum við það. Þetta er einfaldlega, það vantar svolítið sóknarlega hjá gestunum, þær skora 5 smassstig í hrinunni. Það gegn 11 á KA, það segir svolítið söguna. KA-liðið náðu að halda svona lengi vel, ansi góðri pressu á gestina og þær áttu bara erfiðleikum með að ná upp sinni sókn. Já, og við sáum það líka þessi moment sem að Völsungur var að komast inn í leikinn við vorum að klúðra 3 uppgjöfum í röð, við vorum að smassa út, svo koma þær og ganga lagi og það eiga 2 hörkusmöss. En þetta eru einu smössi þeirra í hrinunni og það er bara að koma á þessu krítiska mómenti þar sem að þeim gengur vel en KA-stelpurnar náðu að snúa sér við sér í hag. Algjörlega. En já, þetta verður ágætt að sjá hvað gerist í annar hrinu. Það voru ansi mikið fyrir gestina að taka þessa hrinu. Það er alltaf ansi erfitt að koma tilbaka á móti KA-liðinu 2-0 undir. Já, vilt eiginlega ekki lenda 2-0 undir á móti KA í KA-heimilinu. Nei. Það er ekki draumastaða, get ég ímyndað mér. Algjörlega, og gleymi því líka ekki heldur. Ef að Völsungur ætlar að fara áfram úr þessu einvígi, þá verður það alltaf að vinna leik í KA-heimilinu. Og þú vilt helst gera það í fyrirleitum heldur en í oddaleik, sko. Klárlega og kemur Júlía blokkuð og þetta lendaði eitthvað saman en þessumlega var þetta ekki alvarlegt held ég. En Heiðdís skorar hér svo fyrsta stigið. Fyrst slegið hérna hjá henni. Já, flottu boltar afturlínu frá Heiðdísi og fyrsta stigið gestanna. Sér út, já. Amelía Ýr fyrir KA, skoraði ásett á hann og gerir þann hérna líka. Það
Hörku uppgjöf hérna frá Amelíu. Algjörlega. En segjum bara þetta 4 metra línuna eða eitthvað. Sjáum aftur hérna, þetta hrikalega fastur bolti og fyrirlega bara, heldurlega bara beinni línu þarna. Kemur hann aftur. Bolti, þetta eins og mjög góð móttaka og kemur svo Nikki hinum meginn. Hún blokkuð, frábær blokk og sjáðu hvað Lovísa hissa. Það svona ekki meira trú á þessu. Enda var það Pála sem blokkaði. Það var kannski það sem hún var svona hissa á að hún skildi ekki blokka sjálf. Nikki aftur, hún þarf að víta þessum yfir. Amelía getur valið, sittur hann á Pálu. Pála með single block og hún að skora. Það er kannski getið ósöku stað að koma á þann þegar Annika var í uppgjöfinni í fyrstu rinu að móttakan erfið hjá gestunum og fyrir viki getur Káa svolítið bara beðið og svo gengið á lagi. Þetta er svo frábær móttaka og áhvitinn góð að Káa hana. Amelía upp á Júlíu. Júlía frábærlega slegið. Sjáum þetta hérna. Áhvitinn aðeins frá netinu og Júlía ekki lengi að refsa. Það kemur Nikki. Þetta er fýtt síðan sjá henni. Hún setur hann inn. Já. Datt beint á línuna. Nei, Ísmar dæmir út. Já, býttu nú við. Sjáum þetta aftur hérna. Mér finnst hann sleikja en... Jæja, hann dæmdur úti. Nú var ég til í að hafa aðeins stærri skjá. Ég einmitt var ekki alveg viss og ég er svo sem ekkert verið hissa á hann dæmt hann inni og... Já. En... Vissulega erfitt fyrir línuvörðin sem þarf að taka skriðið frá þegar boltinn við það að detta, hann sé kannski ekki alveg hvað hann enda en hann dæmdi hann inni. En áfram gakk, kemur Júlía. Júlía vel slegið hjá henni og hún að skora enn eitt stigið. Og Völsungur tekur leikhlé. Þetta er svo kannski einu sem við dettur í huga að gera til þess að taka Amelíu út. Já, það þurfa að losna úr þessari stöðu. Þetta er þeirra besta staða hjá Völsung núna, eina af þeim og það er agalegt að vera fastur í henni. Já. Að láta skora á sig í þinni bestu stöðu. Nákvæmlega. Þetta er ekki draumastaði hjá Völsung allavega að vera þessu. Nei. En þetta er alltaf bara svo gott dæmi það hvaða krúsjál í blakjar með góða móttöku. Þú gerir alltaf ekki neitt sóknarlega að móttakan ekki í lagi. En það var samt að reynda að eiga. Þær hafa náð nokkum ágætis móttökum á móti sem erfiðu boltur á Amelíu en bara ekki alveg náð að takast að gera eitthvað úr þeim. Nei, það er ekki alveg náð að refsa með þegar kemur góð móttaka. Og blokkinn hjá þeim hefur ekki alveg verið nægilega stabíl til að geta varist þegar þeir þurfa að koma boltanum yfir. Já. Jæja, kemur Amelía, sáum hvað það. Leikli býtir á hana. Nei. Þetta er svo fín móttaka, geta gert okkur þessu. Kemur Nikki að ítir þessu. Og Amelía snertir hennan já. Þessi var á leiðin út. Hún getur bara brosað að þessu. En þetta var lífsnauðsynlegt fyrir gestina. Og hann nær Nikki að eins eða bara halvpartinn að íta boltanum. Bara ítir honum fast. Smá bras á Káa-liðinu hérna en ná ítanum yfir. Nú sénsinn á gestunum aftur. Kemur erfiðu bolti fyrir Kýru. Valdís verst. Kemur Pála og aftur erfiðu bolti. Spurningi með seilingu hérna. Það er ekki dæmt áfram gakk hérna. Kemur erfiðu bolti á Nikki og Nikki fyrir netið. Það var bæði hárið og held ég líka bakið á henni. Þannig að hún getur held ég lítið sett við þessu. Sýndist það bakið í neðri strenginn. Þetta var svolítið áhugaverður kafli, bæði liður með rosalega erfitt uppspil hérna bara hægri vinstri.
En aftur erfitt fyrir gestina að það geti ekki nýtt sér þessa stöðu sem var uppi hérna. Kýra og þetta rosalega klókt hjá henni. Gerir vel þarna. Nýtir sér það að Annika ekki með mjög háa blokk. Ítir í puttan á henni út. Já. Sjálfu uppgjöfina en klikkar, þetta dýrt. Það því sem vorum að tala þetta á hana, það rosalega erfitt að lenda tölum undir og ef það geta ekki svona sem allra fyrst náða að minnka aðeins þetta fórskot KA-liðsins þá verður þetta erfið hérna. Já, þetta verður brekka fyrir afturhendingu. Nei, Völsung. Já, þetta reddast hjá þeim og kemur svo Pála yfir og fín vörn, kemur Nikja og Nikjar blokkuð, boltinn núna KA-megin, Amelia er að bakka svolítið en gerir ágætt úr þessu og svo kemur Pála með frábæra bolta. Var einhver maður að tala áðan og átti ekki að skora úr fingraslægi. Já, þetta svolítið klaufarlegt. Ákveðið lípur hjá Völsung að hlaupa áfram en þú verður að bíða bara kjur og tilbúin að skutla þér í allt. Já, en svona á saman tíma alltaf eins og segja, alltaf bara klókt hjá Pálu og kannski með gott dæmi bara hún ótrúlega fljót að lesa í aðstæður. Hún ítir bolta bara beint á harðasta. En hér kemur svo Nikja með smassi blokka út. Svo þetta fyrir hérna 7. stíð hjá henni en það þurfa alveg meira frá henni. Og enn hún að klikka uppgjöfunu sínum. Þetta önnur uppgjöfun í röð sem Völsung klikkar á. Já, og þessi þriðja uppgjöfun sem klikkar hjá Nikju sko í leiknum. Já, þetta er dýrt. Það rosalega dýrt sérstaklega eins og segja þegar KA að fá pressuna frá sínum svona helstu uppgjöfarspilurum. Og hérna Pála til Olmo einmitt að koma með ás og hún endur hann sko 4. á listanum sko. Þetta er bara að líta illa út fyrir gestina. Pála aftur og að brasa þeim aftur og þessi bolti enn í leik hins vegar. Heiðdís með bolta af Aldís verst þessu, Amelia velur, Annika með langa bolta en Nikja verst þessu, svo kemur Kýra með hennar bolta. KA snýr vörnum svo, kemur svo Pála til Olmo, Kála, setur hann út. Þetta meina þessi touch, en ég held að það sé ekki rétt. Það kemur Katla María í uppgjörinu fyrir gestina. Við segjum núna þurfa þær að ná að tengja einhver steg saman. Fín uppgjörn, betri móttaka. Betur og Annika með fína bolta. Kýra verst þessu og svo háutin góði á KA. Amelia laumar og þær björguðu þessu. Já, nei. Svekkjandi að koma svo með þetta klúður í kjölfarið. Sjáum þetta aftur hérna. Amelia með þessa laumu hérna og þetta er stórkostleg björgun og hversu svekkjandi svo að ná ekki boltan yfir í kjölfarið. Ég ætla hann að ég er brjálaður. Já. Já, mér finnst eiginlega ótrúlega hvað hann á að halda því svona. En ef það er eitthvað sem ég er gaman að þá er það að sjá því brjálaðan og vonandi fá að sjá þetta mánudaginn þegar þið mætið Hamarsmönnum. Það var bara gleði þar, eintóm gleði. Þetta er vel slegið hjá henni Heiðdísi. Heiðdís búin að vera að gera vel úr sínum stöðum. Komið 4 stig. Ég er líka gaman að því bara stemningin hjá gestunum.
að mæta vel á leikina hérna fyrir norðan, þessi hérna í K-milinu og mæta með sinna eigin trommusveit og jafnvel verið fleiri í stúkunni, þannig að það verður bara mikið hrós á Völsung og þeirra Blackstar. Já, Völsungur búið að gera mjög vel í vetur og síðustu vetur vonandi náðar bara að halda þessu áfram og með kalla liðið sér líka. Já, margir ungi strákar að byrja þeirra liði uppi sem alltaf alltaf að spila í F-deildunum fyrst skipti í mörg ár. En já, að klikkar uppgjöfin hjá Þórildi og staðan því 14-7 fyrir K.A. Búið að vera svona þetta 7-8 stiga jafnvægi núna, eða bara þau að K.A. komst í 9-1. Já, vonandi náða bara að halda því út. Þetta getur verið líka erfið hrina fyrir K.A. Það er ekkert alltaf gott að vera með mikið fórskot, þá færðu að slaka á svo mikið á og þá getur Völsungur gengið á riða á vaðið. Já, og ef við blaka náttúrulega inn að fá íþróttir sem þú getur ekki haldið fórustu, þú verður alltaf að halda um að sækja. Þá er hann að koma lauma sem hann vilja ætla sér á þann. Og að sjálfsögðu hendum við replay af því. Miklir laumumenn. Já, eru miklir talsmenn fyrir góða laumur. Ég var til í að sjá leika sem að vera bara 2 góð lið að spila sem að vanti bara lauma. Ég held að ég kemur sterkur þar inn. Þetta spurning hversu vel það myndi virkar og veist að það mun alltaf vera lauma, en hvað er það? Það er bara að vera góður að lauma. Og lauma á laumuna. En þetta klikkar uppgjöf frá Amelíu og ég trúi ekki öðrun að gestirnir andi töluvert léttar. En á klikkar þetta uppgjöfum hjá þeim á móti. Gestirnir klikkað 11 uppgjöfum K.A. 7 og við erum miðbygg annar hrinu. Það er rosalega mikið uppgjöfum farið fórgörðum. Já, þetta er búin að vera mjög furðuleg hrina og ég segi nú ekki annað. Já. Maður veit ekki alveg hvernig maður á að lýsa þessu. Já, alltaf, kannski var eitthvað smá spennufall við það að K.A. byrjaði alltaf þess að hrinu stórkort, það komst í 9-1 og kannski svona bæði kannski aðeins að bíða eftir að hrina klárist, það er samt galið, það er það svo mikið eftir. Já, en svona lítur svolítið út fyrir það að bæði liðin séu bara að bíða eftir að hún klárist hrinnan. Bara að Völsungur segja að þetta sé búið og getur bara að fara í þriðju hrinu og K.A. sé bara að vonast að þetta sé búið og bara getur að fara heim og þetta er svona svoleiðis fílingurinn af vellinu, finnst mér allavega. Já. En alltaf ég segja, það er einhver íþróttur sem getur boðið upp á alvöru comeback, þá er það alltaf blak, þannig að þá átt aldrei að hætta. Leikurinn er ekki búinn fyrir dómarinn hlutar af. Já, og móttaka hana. Já, og þessi bolti skrúfast svona yfir Valdísi. Og Nikki er að skora sitt 7. stig hérna. Já, 16-9. Sjáum hvað það er að gera núna. Sigvaldi eins og var út, já. Þetta er... Hún er búin að taka 2 uppgjafir þessu hreinu og báðar búin að fara út hjá henni. Já. Getur ekki verið ánægður með þína framhjálpstuð eftir svona. Ég trúi þig ekki. Nei, og sérstaklega ekki í stöður sem er uppi í gangi núna, þannig að hún bara mátt ekki gera óþarfa mistök. Það er ekki eins og þetta hafi verið svo först uppgjöf, sko, að hún bara... Nei, en á klikka Lovísa. Þetta er svakaleg staða. Sjáum þetta enn og aftur fjölda uppgjafa nýtingin er skókið. Það er 81% uppgjafa nýting á K.A. en 57% hjá Völsung. Þetta er svakalegt. Það er rosalega lág prósenta. Enda sjáum það Nikki, hún bara stóð og setti boltan inn á völlin. Já. Þá klikkar smassið á miðjunni hérna. Já, þetta er svona skrítið, mér finnst svona eins og vantir svona smá trú hjá gestunum. Og þessi K.A.-lið hefur alveg verið að gera mistök líka, þannig að það hafa alveg verið tækifæri að koma tilbaka, en svo kemur alltaf svona bolti sem alltaf drepur rosalega stemningu í liðinu. Ást frá Pálu til Olmó af netinu. Og þá gerir K.A. tvöfaldarskiptingu sem við nú oft séð í vetur. Já. Lilja Rut inn fyrir Pálu í afturlínu
og Lilja Kristín inn fyrir Amelie í framlínu. Já. Þá erum við komið með smassara frammi. Þórundur Lilja var inn á áðan. Já, það var svona á Lilja leiðir eins og einhver myndi segja. Núna inn á vellinum eru 2 leikmenn sem voru byrjunliðsleikmenn í byrjun tímabils. Já. Það Valdís Kapitola og Julia. Já. Segir manni hvað það mikilvægt að vera með alveg breidd í hópnum. Kemur Heiðdís hérna, þetta vel gett hjá henni en frábæra staðsettum Júlía, kemur svo Annika, spákrefandi bolti en hún setur hann yfir. Og aftur erfiður bolti, Hávarður góð en Annika fær svo sensinn og hún skorar. Það gengur lítið upp á gesturum hann. Já, þetta gengur allt upp hjá K.A. sama hvað að gera. Það bara virðist allt vera stig og gengur ekkert hjá Völsungs stelpunum. Já. Þetta ekki búið. Nei, vissulega ekki. Ég meina, K.A. ætla bara að gera breytingar, setja hana yngri stelpur inn á. Þannig að Völsungur ætti alveg að geta náð smá áhlaupi. Og þetta allavega einhver byrjun. Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir með sitt 5. stig. Hún búin að spila ágætlega úr þessum bolti sem hún hefur fengið. Hún má alveg eiga það. Já, sammála því. Ung og efnileg mitt. Annika veit ekki alveg hvað var að horfa hana. Og kemur svona erfiðan boltan á Lilju. Já, þessi bolti var eiginlega bara frábær hjá Anniku. Ég held að bara enginn búist við því. Það var svo góður. Já, Lilja hefði kannski þurft að vera aðeins innar á vellinum og hann kannski fullauðarlega til þess að ná þessum. Já, Annika klæðir hann alltaf yfir og svo kemur Heiðdís aftur en frábær Hávar. Lauma hér og Valdís Kapitola skuttar svona bolta. Ég veit það nú ekki, ég er nú ekki alveg viss. Ég fannst svo mikið á leiðinni niður þegar hún nýtir honum að mér svona skýrarlega dæma touchið þetta. Hún samt, já, ég skil þetta alveg en samt ég er ekki sannfærður sko. Jæja, kemur Píramennabolta, fín vörn hjá Júlíu, kemur svo Annika laumar og það er bjarga þessu. Nikja lítur hann létt yfir. Lilja upp á Annika skorar. Já, vel gert hjá Anniku. Ég ætla nú ekki að halda þið fram að það sé stórkostlegt blak í gangi í Nauglablikinu en gaman að sjá þess að ungu stelpur breyta sig. Sammála því. Þetta er bara dýrmæt reynsla fyrir þær í úrslitakeppni. Algjörlega og hann finnst fyrir Matti og líka bara eiga hrós skilið því það var ennþá alveg svolítið eftir á hrinunni þegar hann tekur 3 skiptingar á skömmum tíma. Lilja upp á Heiðrún, nei. Vel varist. Kemur Júlía, singulblokk og það er alltaf stig hjá Júlíu. Hún hafði möguleikana að slá niður. Ég held að hann hefði bara langað að slá í blokkinu út. Já, 8 stig hjá Júlíu Bónei Carreras. 22-13 fyrir K.A. og þær eru farnar að vera ansi nátt til að klára þetta. En Völsungur að bjarga þessi bolta yfir, kemur svo boltin upp á Lilju og Lilja blokkuð, en boltin inn í leik. Boltin aftur Lilju og Lilja með langa bolta, en fín vörð á Kýru. Heiðdís svo blokkuð út og hún skorar, já. Já, eins og ég segi, ég held að hún sé bara varla búin að stíga feilspor hún Heiðdís í opnum leik. Nei, hún er búin að vera að gera mjög vel. Þá klikkar uppgjöfin enn og aftur að Kristey núna. 13 uppgjöfir misvarist hjá Völsung.
og eins og ég segi, uppgjafa nýtingin búin að vera allt of slæm hjá þeim. Já. Það eru hörku uppgjöf. Betur og Annika með þessa vörn. Kemur þessu boltinn upp á Lilju sem að það bara íta hann yfir en Strengur segir nei. Það er 20:15. Góður bolti hérna og vel slegið. Já. Það vantar 1 stig viðbót, þá gerir K.A. breytinguna tilbaka. Pálu og Amelíu aftur inn. Ég er eiginlega viss um það að Amelíu ætlar að sækja sér stig. Já. Ég þarf svona á sama tíma var alveg til að leyfa stelpunum bara að fá að klára hreinuna þetta er bara 1 stig sem vantar upp á. Já. En það er bara ég. Já, ég skil ekki alveg af hvernig hann var að drífa sig þessari breytingu. Já. Sko, við höfum rétt fyrir okkur. Já. Það er að leyfa hérna að spila. Þetta skrifast á Matteo. Já, ekki nokkuð spurning. Við erum oft gjarnir á að gefa þjálfurinu stig fyrir taka leikli og aðstæðan klikkar uppgjöf í kjölfari. Þetta er mínustig á þjálfura. Uppgjöfum og móttaka Pálu. Já, hann redda þessu. Kýra bolta sem Annika verst, boltin er upp á Lovísu Hákovaru bolti þarna og svo Háurðin góði að K.A. hérna á að redda þessu, Kýra blokkuð af Pálu, boltin yfir Amelía Ýr og hún setur boltin upp á Júlíu, Júlía refsar þarna það heldur að bolti verið að fara Pálu og fyrir kjölfarið fær Júlía flottan tækifæri til að klára þetta og nýti það. Já, þetta var ansi samfærandi sigur. Já. En maður veit ekki alveg hvað Völsungur er að pæla, eins og bara ekki alveg komið tilbúin til leiks. Já, alltaf sko, vissulega það dregi ekkert af því að það uppgjafi frá Amelíu í byrjun voru alltaf frábærar. En þú átt aldrei, eins og maður alltaf upplifði þetta, að það var búin að kasta inn Hvíta-Anglaðinu stöðunni 9-1. Já, það var pínu svoleiðis og þú ert ekki komin alla þessu leið í úrslitakeppninni til að fara að henda þessu frá þér hérna. En það er svo sem, þú þarft að vinna 2 leiki. Já, vissulega. Kannski ætla Völsungur að spila upp á 3. leikin en að þreyta K.A.-stelpunnar. En þá þurfa þær að gefa þeim leik til að þreyta þær. Heldur betur. En svo náttúrulega eins og þetta líka svo oft segið í blækkinum en að stundum er bara fínt að fá smá raskildingu og komast bara að stekka tilbaka í næstu rinnu. Já, það getur alveg verið það sko. Fá smá svona spark í rassinn og peppast pínu við það. Nú verður bara að gera það í brók og koma fulla ferð tilbaka. Algjörlega. Þannig að sjáum við stigaskorur K.A. Pála og Júlía stigast að bá með 10 stig. Báðar magnaðar með 5 stig í hvorri rinnu. Það eru mjög samtaka í þessu. Annika Snædís er svo með 4 stig, Lovísa Rut með 3 og Amelía Ýr með 3 einnig. Hjá gestunum þar er Nikja með 8 stig, Heiðdís með 6 stig með sem ég Heiðdís koma mjög sterkinn og vætti kannski bara að fá fleiri bolta. Kýra Súlkliffe með 3 stig og svo er Tamara Berova ennþá með 1 stig. Kíkjum á tölfræðina í annar rinnu. Dró kannski aðeins úr sókninni hjá K.A. Skorum 8 smastig. Á saman tíma var ótrúlega fleiri smastig hjá gestunum heldur en í fyrstu rinnu. En mistök mótherja 11 hjá Völsung. Það er bara ómikið, sérstaklega 7 misjafnar uppgjafir. Já, K.A. náttúrulega bara frá sér, þegar við tökum frá síðustu rinnu, það gerðu allir mistökum þar K.A.-stelpunnar sjálfar, en það gerðu ekki mikið af mistökum þessar rinnu. Það spiluðu svo gott sem fullkominn leik þannig, ef maður getur orðað þannig, en það róaðist aðeins að leiða rinna og voru konar með þetta í hendi sér. Algjörlega. Meðan þá þar Völsungur fara að sækja og hann á að skora ykkur sóknarstig, en þó sért með 8 sóknarstig eða 9 eða 10 eða eitthvað og tapar hrinni 16-25. Já. Þá bara skiptir það engu máli sko.
Algjörlega. En það svolítið áhætt að pæla í því, það klikka 7 uppgjafir hjá gestunum í þessari hrinu, en það skora engan ás. Þannig að það er ekki að það séu endilega að sækja úr uppgjafir, það er eiginlega bara svona hálf svona klúðurslegar uppgjafir sem það hafa verið að klikka á. Já, þetta er bara svona, eins og vanti allan fókus. Þetta er náttúrulega bara rosa mikið fókus að fyrsta lagi kemur fyrsta boltinn á völlinn, í öðru lagi þá ferðu í þá aðra uppgjöf og reyna að gera fastar til að sækja stigið. Algjörlega. En jæja, sjáum hvað gestirnir gera núna. Það er allavega búin að koma sér í jafna stöðu núna í þriðju rinu. Þannig að góð. Kemur Nikki erfið bolti á, hún er ekki að setja eitt á þessu. Já, mér finnst það sko móttakan eiginlega bara fín, þannig að þetta var svona skrítið uppspil hérna. Já, uppspilið, mér fannst það svona fínt. Kannski Nikki sem hefði mátt bara að vera að koma sér nær netinu og treysta því að boltinn kæmi til að sækja. Já. Jæja, þessi bolti út frá Amelíu, við fáum alltaf ekki endurtekningu frá byrjunin á hrinunni áðan. Var það ekki 9-1? Jú. Það er ennþá séðans. Já, en sko þessi Amelíu er alltaf út núna í uppgjöfinni. Það kemur Nikki, en Nikki það líka að fara að gefa meira á sinni uppgjöfum. Þessi er út! Ekki var hann langt út þessi, en úti er hann. Valdi vissi nákvæmlega hvert boltinn var að fara. Alveg með þetta á hreinu þarna. Kom ekki svona hika á hana. Það er gott að eitt sé að vinna sinni stig á heimilinu, en hvað er það? Missa þetta móttökuna yfir en Káa, það er snúa vörð í sókn og Lóisa réttnar ítinn að bolta. En það er ennþá á lífi og Heiðdís heldur áfram við þetta hætti. Þetta er í 2-2. Já, við vitum alveg hvað Heiðdís er góð í og það er að slá í blokkinn út. Við verðum að fara að fókusera á að vera með hægri hendina lokaða til að fá ekki touch út. Já. Vilki frá Valdís, svo kemur Pála menna bolta en Nikki að hárundustað þarna, kemur svo Heiðdís og Heiðdís, nei. Valdís verðst þessu, kemur svo afturlega bolti frá Júlíu og Júlía skorar. Hún stígur ekki feilspor, Júlía Bonney Carreras. Nei, þetta virðist allt vera voða einfalt fyrir hann eitthvað. Kemur Lovísa í uppgjöf fyrir Káa-stelpur. Hvað gerir Lovísa? Hörku uppgjöf hjá henni þarna. Já. Og það þurfa bara að gefa boltinn tilbaka, Káa fara aftur séns á að refsa, en þetta er ekki alveg spila miðun þarna. Kemur svo Pála til Olmo, Pála í áhættuna út. Hún getur gert touch út líka. Heldur betur. 11. stig á Pálu, þær halda áfram að vera samstíga í stigaskorunni Pála og Júlía. Ég hef alltaf gaman að því þegar að Káa-stelpunar gengur svona vel hjá þeim og Matti og er að skamma þið fyrir eitthvað. Það eru svo löngu hættur að hlusta á hann. Þá klikkar Lovísa. Já, pæli hvernig það sé heima þig líka þegar Matti er að setja út á Pálu þar, ætli hún sé ekki löngu hægt að hlusta á hann þar líka. Þetta er bara nokkuð tíma að hlusta á hann þar. Þetta var mikið fyrir gestina. Ég finnst að Lovísa getur líka alveg sóttur uppgjöfum. Og þarna klikkar Júlía, hendur boltan upp í netið, upp í tjaldið. Heldur kröftu hérna Júlía, ætla að hamra hann inn á völlinn. Já, ég svo sem skil hana mjög vel, maður gleymur stundum þessum tjöldum uppi í hansarnum. Æja, Amelía upp á Heiðrúnu, frábær hávörn og Amelían er svo að kýla boltan upp í loftið aftur og svo kemur Pála til Olmo, Gómez. Vel gert þarna hjá Káa-stelpunum. Reyna að sækja miðuna, það er gott. Það eru tilbúinir að kofera, gera þetta allt mjög vel. Já. Aðeins sem mér finnst það skýna svona í gegnum með Káa-liðið. Það eru svo mikil heild. Það eru svo mikil alltaf klárar að bakka hver aðra upp og
þú sér eiginlega aldrei að segja eitthvað rifrildi innan liðsins. Nei, það gerist mjög sjaldan hjá þeim. Þetta er allavega allt annað byrjun hjá gestunum heldur en áðan, 5-5. Og Aldís viðsetur hennar bolta og hann þetta beint í gólf. Heiðdís Edda komið með 8 stig þá. Og ég skil það mjög vel að Birkir Freyr segir ekki orð. Stundum að best að segja sem minnst. Algjörlega. Amelía upp á Heyrún, blokkuð en Pála mætti undir. Kemur svo afturlið bolti frá Júlíu og hún er blokkuð. Frábær blokk þarna. Já, 3 stig á Tamöru og Völsungur leiðir 7-5. Amelía upp á Annika. Já. Ég held að segja alveg morgunljós að þetta er engin heppni á Annika hvernig hún slæðir alltaf í að blokka út. Nei, hún veit alveg hvað hún er að slá. Ef að blokkin reynir ekki að tegja síðan, þá er þetta djúpt í hornið, erfitt að verja hann þar líka. Mjög skynsamt hjá henni. Fyrir svo sjálf í uppgjöfina, þannig að gæti hvað erfið kafli hjá gestunum. Þvílík uppgjöf. Það er björguð þessu. Næstu því. Góð barátta þarna samt. Þetta er það sem er búið að vanta í leikinn hjá Völsung í dag. Það er þessi baráttu stig. Þó þetta sé að þetta káa megin, hún verður að berjast fyrir hverju einasta stigi. Algjörlega. Já. Það er virkilega vel slegið þarna hjá Völsung. Völsungur leiðir leikinn 8-7. Fín móttakarni hjá Káa. Kemur Júlía. Vel slegið. Vel gert á Valdís þarna og alveg búinn að lesa þetta. Og Júlía, hún bara laumar beint í gólf. Þetta er ekki flókið sport, Gústi. Þetta er ekki flókið sport. Þetta er ekki flókið sport, það er með góðan líbero. Það er rétt. Þetta er allavega nákvæmlega sem við vildum fá. Við fá aðeins meiri spennu í þetta hérna. En mér finnst samt svona Káa að vera með svona bara það mikið gæði að mér finnst það ennþá hafa svona frumkvæði hérna. Og sjáu þennan boltar á Júlíu. Já, hérna hér. Ég veit ekki hvað segir leikmennina þína eftir eitthvað slæð svona. Ég bara klappa flott þegar hann í fattur. Nákvæmlega. Þá klikkar rukkinn frá Heyrúnu. Ég var að tala svo mikið misjafnar rukkjaverk hjá gestunum en það er sængað sér 12 hjá Káa líka þannig að það er svona ekki bara að setja út á gestina. Nei, síðustu hrinnu hafa rosa mikið af klúðrum uppgjöfum þar. Já, en svona stóri munur eins og það er að Káa hefur verið að sækja eða meira, það hefur verið að skora fyrir Ása. Einmitt og svo kemur Pála del Olmo Gómez með hörku boltar afturlínu. Ég var að fá skilaboðum það að Annika, hún er fædd 2009, hún fermdist í fyrra. Já, hún fermdist í fyrra, hún fæddist í fyrra. Hún fermdist í fyrra. Já. Fínt hann að góð vörn hjá Völsung. Boltinn upp á Júlíu, Júlía, Pártin út, já. Þetta er alveg frábær gæði hérna hjá Júlíu. Já,
Ja, Amelie aftur, þessi langur en pompa þetta niður og svo kemur Kíra setur hann yfir. Amelia velur Pála frábæra slegið. Sjá smá hik á hávörninni og Pála refsar strax. Nikki að ítra þessu yfir en Valdís spenna á hreinu, kemur boltinn upp á Júlia fram með hárunni, frábæra vörn. Já, þetta var klúðurslegt. Já, ég væri alls ekki sáttur yfir Auðsbergar Völsung núna. Já, okkur ertu ekki búin að drullaði frá netinu svo getur slegið boltan því ég spila honum á þig. Nákvæmlega. Og samtíma var ég líka brjálað sem lípur aftur að eiga frábæra vörn að boltinn degi svona í kjölfarið. Þannig að sem ég myndi lesa út sem við erum að segja hérna er að við erum báðir mjög reiðir menn. Við erum rosalega reiðir menn. En var ég mjög til að var í B líka þarna, var breiðir menn en aðalega reiðir. Aðalega reiðir, ekki mjög breiðir. Nei. En já, leikli á gestunum, eins og ég sko, það er ekki langt síðan að, það var 8-8 og sagði, mér finnst samt Káa-liðið svona vera með smá taka á þessu. Já, það voru með alveg taka á þessu sem bara búið að vera rosalega góð barátta hjá Völsungsliðinu. Það þurfa bara að halda því áfram. Algjörlega og hérna klikkaði Nikki á að muni hann líka rosalega það að Nikki er ekki alveg að hitta sinn leik. Og já, mér finnst svona aðeins á henni að hún er svona aðeins að missa trúna. Já, og mér sýnist nú Auðspilarinn einmitt vera pínu að missa trúna á henni. Það fyrir boltinn á Kíru núna en við heil staðsettu Valdís Kapitól og svo kemur Júlia en fín blokk hjá Nikki, kemur Júlia aftur og aftur frábær blokk hjá Nikki. Þetta ætti nú að kveikja aðeins lífið henni. Já, eiginlega ótrúlegt. Hún að vera alveg úr þessum leik og svo kemur hún eina svona blokk allt í hennu. Það er samt svo við magnað, hún er komið 10 stig skoruð samt sko, en hún er bara búin að vera svo ótrúlega góð að maður setur aðeins öðru sér kröfur á hana. Já, en það kannski gleymist líka vel slegið þarna hjá Lovísu, frábært. En sem ég ætla að segja, sem gleymist kannski líka stundum og við sjáum ekki hér er að hún er kannski búin að skora 10 stig en hún er sennilega búin að skora fleiri stig fyrir Káa heldur en það. Já. Það allavega fyrir mig er það sem dregur hana niður í þessum leikidag. Já. Hérna er að koma ás. Já, Júliu Bonet Carreras. 15 stig hjá henni, það þýðir það að hún er vantanlega hægt að skora stig í þessari hreinu. Við ætlum að halda áfram þessari jöfnu dreifingu. Káa-liðið er einfaldlega að stinga af hérna. Það var 8-8 rétt á og nú er 16-10. Aftur flottur boltur á Júliu en móttökin mjög góð núna. Kíra svo klif hinum megin. Hraði bolt á miðjuna. Þetta er eins og var út frá Lovísu. Ekki langt úti, en rétt úti. Já. En mjög gaman að sjá miðspilið hjá Amelíu og Lovísu. Það tengja rosalega vel saman. Já, það er bara mjög gaman að sjá það reyna þetta og svo þegar þetta fer að klikka þá er þetta frábært að bæta þessu opnabúrið. Algjörlega. Já, Valdís skilir hún yfir, nú er séns á gestunum. Kemur Kíra, hún er með flottan bolta og þarna var ansi stórt svæði óvaldað á Káa-liðinu. Fín móttaka af Valdís hérna. Kemur, já. Pála til Olmo Special. Það er bara hornið eitt. Á hverju að slá eitthvað annað og þú skorar bara horninu eitt. Nákvæmlega. Sko,
Og mér finnst samt sko afturlínan ekkert furðulega uppstilt hjá gestunum. Þetta er bara ótrúlega góðir boltar. Eina sem maður getur sett út á er að spilarinn hjá Kristi hjá Völsung, hún er búin að vera svolítið framarlega oft í vörn. Þegar við vitum að Pála slær djúpt og aftarlega á völlinn, þá verður bara svolítið gefinni svæðið, miðjusvæðið fyrir fram að þig. Og ef hún ætlar að hamra þangað, ætlar að skora, þá verður hún bara hamrað þangað. Svo það eins og segir, Pála er kannski endalega svo fastast að hann, ef hún setur hann á miðjan völlinn, þá ættur kannski að geta ná honum. Einmitt. En þetta er aftur vel gert. Kira Sutcliffe er svolítið að stíga upp núna. Komið 5 stig í leiknum, þar að 2 núna bara á skömmum tíma. Já, spurning hvort þetta sé full seint hjá henni. Það þarf að skora núna. Já, en svo sem 4 stig í blaki er þetta ekkert voðalega mikið, sérstaklega við í stund 17-13. Það er það nóg eftir að þessu. Það er nóg eftir. En eins og hreinan hefur spilast á einhvern veginn hefur maður ekki miklar áhyggjur að því að Káa missi þetta. Nei, það eru rosalega yfirvegaðar og einhvern veginn bara það er orðan bara svo góður rytmi í þær. Þá er hún tekin út af þeim í þessum tölu orðum. Svo líka það sem mér finnst líka Matti að gera svo rosalega vel að mér finnst að hann nær að fá liðið til að toppa á réttum tíma. Þú verður ekkert Íslandsmeistari við að spila frábærlega í september til desember sko. Nei. Þó að vissulega auðvitað jákvæmt að spila vel allt tímabilið en það er bara, ég veit ekkert voðalega raunhæft að þú spilir jafnt allt tímabilið. Alls ekki sko. En já, á sama tíma skorar Pála Del Olmo og þá er Matti að búið að fá nóg. Hann skora 16. stigið sitt og hann vill hann út. Já, hún fær ekki að skora meir í dag. Nei. Já, Liljurnar koma inn á. Það fer Lilja Rut í uppgjöf fyrir Káa-liðið. Já. Já, fýtt bolti. Uppgjöf þarna. Erfið bolti fyrir Kíru en hún gerir ágætlega úr þessu. Lilja, þessi bolti fyrr. Ég fannst hún eiginlega stökkva af netinu í hendurnar. Já, við veist það. En það fór klálega fyrst í netþrengin en mér fannst að fara aftur í... Mér fannst að fara af netinu upp í hendurnar á henni en kannski fór hann bara beint í netinu. Það er ekki mikil mótmæli hjá Káa-liðinu. Nei. Þetta var mikið fyrir gestina, vinkvæmt aftur í 4. Það kemur Lilja aftur, Lilja með ákvæmtisbolta en Nikki að vel staðsett, kemur svo boltinn aftur á Nikki og hún laumar og frábær björgun hjá Káa-liðinu. En aftur er sénsinn hjá gestunum, kemur Nikki, en Nikki að hamrar henni bolta og skorar. Hanna þekkja meira kraftin í henni. Og Matteo ákveður að skipta aftur tilbaka Pálu og Amelíu inn. Já, 18-15 núna. Það ferðast aðeins nær, kemur Annika með fína bolta en Kíra verst þessu, kemur svo aftur Nikki með hörkubolta. Hún er að skora. Hún er að fá nóg að heyra okkur tala ekki nógu vel um sig. Nei, við fara að tala vel um hann núna. Mjög vel gert. Nei, þetta var mjög vel gert hjá henni. Spurning hvort að Valdís hefði geta gert eitthvað betur hann í þessu. Það er alveg góð móttaka. Já, og Júlía með afturlýsma sem að það ná að verjast og svo aftur er Nikki að refsa og skyndilega er Völsungur búið að skora 4 stig í röð, 18-17.
og Matteo hefur séð nóg í bili. 13. stigið hjá Nikki og Völsung komið með 4 stig í röð, það er 3 í röð frá Nikki. Þetta er mjög sterkt hjá Völsung að koma tilbaka núna. Nú þurfa bara halda dampi, það mega ekki gefa neitt eftir. Það þurfa alveg að fara fulla ferðin í þetta til að ætla ná að vinna þennan leik, það er núna eða aldrei. Já, það er bara nákvæmlega hannig. Sjáum hérna Káa verið með 44 sóknarstig, Gestnir 29. En það eru svona blikur á lofti, viðst Nikki að búin að finna fjölinu sína aftur núna á dúknum góða. Og svo var líka Kira Sutcliffe svolítið að minna á sig áðan líka. Þannig að einmitt og skulum ekki afskrifa gestina, einstegs munur. Amelia upp á Pálu í afturlínu. Pála, hún setur hann út og við erum í jöfnum leik. Já, hérna hér. Ekki langt síðan okkur fannst Káa vera með algjör völd á leiknum. Amelia upp á Pálu. Pála þarf að setja yfir. Nú er sénsinn á gestunum. Kemur vantar á Nikki. Kemur Nikki á. En háinn er góð. Boltinn hér á upp á Anniku. Annika við stuttan en Kira verst þessu. Vel gert hjá Valdísi. Aftur sénsinn á gestunum. Kemur Nikki. Nei, það vantar á miðjuna en hún hittir ekki boltan nægilega vel. Og Káa lifir þetta af og Annika reynir að lauma. En það verðast þessu. Kira ítar hann yfir. Hvar endar þessi bolti? Kemur Pála til Olmo. Pála hörku bolta, Heiðdís með vörnina. Nikki ítar hann yfir. Aftur fær Káa sénsinn. Amelia setur hann á Anniku. Annika laumar en Nikki er mætt. Aftur inn bolti frá Heiðdísi og Valdís verð þessu og kemur svo Pála til Olmo en Kira verðst þessu. Já, hérna hér. Og svo endar þetta í laumu frá Tamöru Berova. Þetta var 55 sekúndna rally. Þetta var rallið sem við erum búin að bíða eftir í dag. Já, algjörlega. Og heyrðu hvað, þetta í kjölfari kemur gríðarlega klaufaleg móttaka á Káa-liðinu. Og Völsungur er komið 7 stig í röð og leiðir 20-18. Og núna sé maður smá titring í Káa-liðinu. Klárlega, þetta er ekki það sem við vorum að búast við þegar að fá inn þessar hrinnu. Kannski Matteo óþarlega kokkraustuður en hann setur liljurnar inn á svona snemma í hrinnunni og Æningi svo leiða bara með 3 eða 4 stigum eða eitthvað. Já, það var held í stöðunni 18-13 reyndar. En vissulega 5 stig á þessum kafla er ekkert svo svakalega mikill munur. Alls ekki og þá var Völsungur alveg að fara að komast fram í sinni bestu stöðu. Nikki á að komast fram og svo líka, þess að segja, það getur svo fljótur að missa rytman en það er rosalega að ná honum strax aftur upp. Þannig að sjáum hvað setur. Seinna leiklið búið hjá Káa í hrinunni og Amelia reynir að lauma en frábæla varskip svo Nikki að hinum megin. En Annika verst svo á móti Pála til Olmo, það er að íta hann yfir og ítar hann ansið við utanlega. Þessi var líkast að leiðin út en Heiðdís tekur hann og Pála skorar. Þetta var mjög krúsíal stig þarna. Ég er eiginlega viss um að þessi bolti hafi verið úti. Já, en það er svona líka á svona látraði Heiðdís að hún fattar það of seint og þess vegna ítar hún boltan ekki hærri upp í loftið. Hún ætlar að hætta við. En Káa tekur þessu. Tökum þetta. Hvað gerir Annika á uppgjöf? Góð uppgjöf og hann flýtur. Þarna hljóta gestirnar anda léttar en þessi Annika reynst þeim gríðarlega erfið. Ekki nóg meira laus við hana, þá fáður þarna líka mikilvægt stig. 21-19 fyrir Völsung. Brasa Valdísi þarna, þetta sleppur. Og í kjölfari kemur svo Pála til Olmo. 21-20 Völsungi vil hérna
Valdís bara, ég veit ekki hvað ég var að gera. Ég veit ekki alveg hvað ég var að gera. En við skorum, við tökum því. Já. Æja, Heiðrún Júlía búin í smá brast með sínur uppgjafir en tekur flottan bolta núna. Kemur svo Nikki, já, sjáu hvað hún nýtir hæðina sína vel. Hún hæðist að þeim þarna. Hæðist að þeim þarna, það svolítið svo leið. Slær bara yfir blokkina. Þetta alvöru svar hjá Nikki hérna í þriðju hrynu. Amelie þarf að sækja hana bolta, gerir þetta bara frekar vel úr þessu. Kemur svo Nikki hinum megin, en núna Háurðin að krafsa í þetta. Amelia upp á Júlíu, Júlía laumar en það ná að redda þess tilbaka. Sensin aftur að káa. Boltinn á Júlíu, Júlía. Já. Sér að Háurðin á flegi ferða mótinni og hún bara yfirveguð og setur þessu tilbaka. Ég veit ekki alveg hvað Kíra var að gera þarna, að hoppa með Lovísu á miðjunni og skilja Júlíu eftir eina. Það sennilega síðast að ég myndi gera í þessari stöðu. Já, reyndar á sama tíma. Það svo sem Amelia og Lovísa búin að vera með mjög góða tengingu. Þetta kemur hún hér. Já! Þvílíkt smass! Lovísa Rut. Já. Þannig að nú kannski skilur þau Nikki betur. Það var reynd að vera miðin á. Já, þetta var svakalegt. 22. Og Amelia við það að skora á þarna en það rétt á að redda þessu enn og einhver miskilningur þarna í afturlínu að káa og Völsungur með dýrmætt stig. Inga Björg ýtir boltanum yfir og skorar upp úr því. Smá bras þarna á Valdísi en sleppur og svo í kjölfarið setur Pála boltan í net. Þetta er 4, þetta er rétt. Og allt í einu er Völsungur einu stigi frá því að vinna hrynuna. Já. Örugg uppgjöf hérna frá Nikki og þetta klárar þetta. Kíra Sutcliffe með blokkina og Völsungur klárar endurkomuna 25-22. Það verður bara einfaldlega viðurkennast að Völsungur sýndi alvöru karakter hérna. Já, alvöru karakter hjá Völsungliðinu og það bara var alla hrynuna. Það var barátta í hverju einasta stigi hjá þeim, eitthvað sem vorum ekki búin að sjá framan á í leiknum. Já. Algjörlega, og myndi segja, Káa var 18-13 niður eins og sjáum hérna á tímalínuninni en Völsungur skoraði þá 7 stig í röð og mér fannst það eiginlega aldrei lítið tilbaka eftir það. Nei, það er bara eftir að Völsungur náði tökum á hrinu, þarna í lok hrinunar þá bara átti Káa eiginlega aldrei séns. Það gekk ekkert upp hjá þeim en það gekk allt upp hjá Völsungur. Það voru að verja mjög mikið af boltum og meðan Káa-stefnir voru í vandræðum, lendi í vandræðum í móttöku, vandræðum í sókn. Já. En þetta gefur okkur allavega hið minnsta eina hrinu í viðbót og við hljótum að fagna því. Við ætlum allavega ekkert að gera föstudagskvöldildir en að vera við Káa Amelia Horfablag. Klárlega, þetta er eitthvað sem við viljum alveg, það er að fá. Ef að næsta hreina verður svipu og þessi, þá er ég alveg til að horfa innan. En ekki mikið fleiri. Nei. En já, hérna sjáum við stigaskori. Pála til Olmó stigaðist til Káa með 18 stig, Júlía 16, Annika Snædísson með 6 stig, Lovísa 5 og Amelia Íri með 3 stig. Hjá gestunum þar eins og Nikki, hún steig upp, hún skorar 6 stig bara í þriðju hrinu og hún var eiginlega bara síðarhluta. Og er svolítið svona svo sem að fer fyrir þess að endurkomu hjá þeim og er stigaðist í samtals 14 stig. Heiðdís Edda líka má vera rosalega flott og það eru liðið á leikin komið 9 stig, Kíra Sutcliffe 5, Tamara 4 og Inga Björg var svo með þetta flotta stig þegar hún nýtti boltanum yfir á hann. Já, það var svolítið krúsjál stig í þessar hrinu. Klúður hjá
Anniku og Valdísi að taka ekki þennan bolta. Já, og svona... Ekki alveg með fókusinn. Já, það voru svona nokkrir boltar sem K.A. misti í gólfið, eða bara af svona einhvern svona mistök eða vantaði meiri talanda milli manna og það endanum var ansi dýrkeypt. Þetta er eins og við töluðum að þetta getur verið rosa erfitt að koma úr því að vera að rústa leiknum svo svakalega eins og síðustu 2 hrinur voru á undan að þá getur verið svo erfitt að halda haus og þú þarf bara virkilega að hafa fyrir því að halda haus og spila út leikinn sem að K.A. náði því miður ekki í dag. Já. Svo er þetta líka kannski eins og við segjum, kannski komnar í 18-13 stöðu, lítið eftir, kannski svona fann hann aðeins að eiga því þetta sé bara að vera búið. Það virkar ekki þannig í blaki. En já, sjáum við að K.A. skora 14 masti gegn 9 í síðustu hreinu. En sem ég veist líka sem magnaðir, Völsungur skora 2 ása, klikka 1 uppgjöf. Það líka stór munur og þær eru að gefa K.A. miklu minna af þessum ódýru gefin stigum. Klárlega og þetta var bara allt annað að sjá til Völsungsliðsins núna heldur en áðan. Algjörlega. Það þýðir það, við erum að fara í 4. hrinu. Þetta er ekki búið. Nikkia með fyrstu uppgjöfina, móttakan hjá Pálu, kemur svo Júlía með frábæran bolta. Hún er alltaf algjörlega ótrúleg. Og K.A. tekur fyrst stigið. Heiðrún fyrir K.A. hérna, sem svo var út. Já, sjáum að uppgjafanýtingin er búin að skána mikið hjá Völsungur. Það eru 77% núna, það voru 57% áðan, þannig að það eru búin að laga þetta heldur betur. Skulum þessi bolti frá Pálu út. Sjáum við aftur inn bolti frá Pálu, ekki galið hjá henni en þetta er rétt út þarna. Og Völsungur leiðir 2-1. En þessi var að hrósa gestunum fyrir að klikka bara 1 uppgjöf í síðustu hreinu. Þá klikkar uppgjöfin. Sjáum hérna. Völsungur klikkar 15 uppgjöfum K.A. 14. Það er rosalega mikið. En þetta er þetta vissulega. Það er mikið undir. Spennustigið er svolítið hátt hérna. Kemur Kýras og Cliff og K.A. liðið nær að verjast þessu. Valdís setur hann yfir og fastur bolti en Nikkia tekur hann, svo kemur frábær björgun af Pálu til Olmo. Júlía með hennar bolt, hann er út og Völsungur leiðir 3-2. Sjáum þetta björgunina hjá Pálu og í kjölfari kemur Júlía með hennar bolta út og Völsungur leiðir 3-2 hér í 4. hrinu. Og þessi bolti skoppar af netinu og í gólfið og Kýras út Cliff. Furðu lostin hefur skora ásanna. Sjáum þetta aftur hérna. Völsungur leiðir 4-2. En þá klikkar uppgjöfin hjá henni. Og Júlía Bonney fyrir K.A. Já, K.A. lið þarf að svara. Það er rosalega erfitt að missa þetta í 8. hrinu. En þetta gerir Lovísa Rut virkilega vel á miðjunni. Gleymum því ekki að Völsungur hefur tekið 2 leiki gegn K.A. í vetur í 8. hrinu. Þannig að það kannski líka gæti setið aðeins á andliðinu á K.A. liðinu þetta fyrir í 8. hrinu. Það vilja vantar að reyna að klára þetta bara strax.
Valdís með hennar bolta, frábælega varist hjá Valdísi. Kemur svo Pála með hennar bolta, hann út. En það var touch. Nei, fyrir hann dæmdur inni. Það er touch líka. En Pála að skora hér sitt 19. stig. Kemur KA í 5-4, 3 stig í röða KA-liðinu. Já, fín hávörð af Pálu. KA vörður svo, kemur boltinn aftur á Pálu. Pála með hörkubolta, frábær vörn hjá Nikkiu. Langur bolti hérna yfir sem að beint á hana Júlíu. Og nú fáir smá rally. Heiðdís ítir hann yfir, blokkuð, en ítir hann aftur tilbaka. Amelia setur hann á Lofís eftir hann ítir hann utalega, en gengur ekki og svo klikkar hann óvænt smass tilbaka. Já, Kristey ekki með hettina með sér þarna og næri ekki að refsa. Staðan 6-4 núna. KA 4 stig í röð ætla að segja. Og kemur næstu því lygileg björgun KA-liðinu, gengur eins og það ekki. Þetta áfram stál í stál. Kemur Pála næra íta þessum bolta með fram hárninu og netinu. Virkilega vel gert hjá Pálu þarna. Skynsamt, býður eftir blokkinn sem leiðin niður og slær þá. Ég held sko ef að Pála myndi taka upp íslenskt ríkisfang, þá myndi hún taka betur að þetta skynsum. Hún ótrúlega skynsum bara í öllu sem hún tekur sig fyrir hendur. Kom með 20 stig hér í kvöld. Og ekki hann hjá Lovísu. Og þetta mjög vel slegið frá Nikkiu. Það kvitnað á henni. Amelia upp á Pálu. Pála blokkuð og Amelia nær ekki að stýra þessu. Og við erum í jöfnuleik 7-7. Þú finnst þetta orðið svona meira bara hvort liðið vill það meira. Ég held að þetta verði eiginlega bara stál í stál núna. Vonandi fyrir áhorfendur verður þetta bara jafnt út allar hinnuna. Já. Þarna slær Annika í netið og Völsungur komið aftur yfir. Og þetta kemur ás frá Tamöru Berófa. Þetta er alveg svara gestunum, 7-9. Og kviknar aftur í stúkunni hjá þeim grænu. Þessu er út. Það var ekki mikið, hann er út. Valdís heldur hann að fara hárrétt. Alveg með þetta á hreinu. Já. Það er mikil stuðmannakona. Og hérna kemur svo ás frá Pálu til Olmo. Já, strax aftur jöfnstaða hérna. Já, ég er eiginlega alveg viss með þessu bolta yfir úti. Já, það var rosalega djúpt. En hún vill setja hann djúpt í 1. Já, hún má eiga það. Þetta er eins og betra hjá gestunum, kemur svo Nikkia og Nikkia inn. Sjáu þið Pálu til Olmo. Og svo kemur flottur boltir afturlínu frá Júlíu. Gestirnir vildu það tvíslag hérna.
ég vissulega skrúast boltið svolítið en það er svo sem ekki búið að dæma eða neitt áflitt þýsla í dag. Nei, þetta er bara búið að vera svona báðum megin, þannig að með hann að heldur línunni þá er ég ánægður með það. Já, þessi boltið fannst mér detta línuna, já, hann detta línuna, hann er inni. Já, ég fannst það eiginlega líka. Við getum sjáum þetta aftur hérna. Já. Allavega alveg við línuna. Já, ég held að vera dottið hérna réttum inn í línuna, það er að segja fyrir Káa. Ég er mjög ánægður með að línivörðurinn sem er ræður dómarann, hann teymdi báðum liðum. Það er á Húsavík, verið lengi í blaki á Völsungan, er núna í Káa Splæsi, þannig að það er erfitt að segja að hann sé hlýðugar í hverju lið. Það er mjög erfitt, þegar ég sá hann var að fara línu í dag, ég var ánægður. Þarna fenguðu bara eins hlutlausan eða hlutrægan, eftir hvernig lítur á það. Þetta er líka bara mikill prinsipmaður, ég held að hann myndi aldrei vera eitthvað dæma eitthvað sem hann myndi ekki trúa á sjálfur. Nei, þetta er eðaldrengur. Já, það er að kemur að svona litlum lykilatriðum. En áfram með smjörið. Þetta er mjög vel gert hjá þeim, flottu bolt á miðjuna. Þetta klárar hún Inga Björg virkilega vel. Já, hún sannar það fyrir okkur litlum mönnunum að það er ekki alltaf að vera hár í lofti. Jæja, kemur Júlía í afturlínunni. Mjög góð móttak, kemur lauma frá Nikki en Pála til Olmo. Skutlast frá hann að bolta bergar þessu. Og Nikki þarf að skila honum yfir. Þarna vantar að spá talanda en Pála reddaði þessu. Kíra setur hann yfir. Júlía með vörnina, boltinn upp á Pálu. Pála til Olmo með hörkubolta. Hvar endar þetta rally? Kíra, svo klipp. En þær er að bjarga þessu. En það dugar ekki. Júlía og Pála þarna skutlar um öll gólf. Virkilega góð barða hjá þeim. Gæta tímafél, það var bara 2 á vellinum á Káa-liðinu, en hvað er það? Það er gaman að fylgjast með Amelíu þarna, hún hringsnerist í kringum netið þarna. Þessi ekkert í hvað áttin að snúa sér. Nákvæmlega. Og þá klikkar uppgjöfin. En ég segi, vorum að hrósa Völsung fyrir það að klikkuðu bara einni uppgjöf í síðustu hrinu, en aðeins dottið í sama farið eftir það núna. Já. Þetta er ekki hrinan svo vilt fara að klúðra uppgjöfum. Nei. Kemur Annika Snædís fyrir Káa. Hörkubolti. Það missa móttökuna yfir, hérna ákveður Heiðrún ekki að reyna að blokka boltan. Kemur Kíra. Amelía upp á Pálu. Pála til Olmo með hörkubolta. Frábær vörn. Og kemur þá Júlía hinum megin. Alvöru bolti og hún skorar. Kíra með flotta vörn en hefur ekki hægt hana með sér. Boltinn upp í tjaldið. Þetta er að verða leiknum sem við bjugumst við fyrirfram. Já, það var svona sérstaklega hreina 2 þá hún var ekki svona einkennandi fyrir Völsungsliðið. Það hefur yfirleitt einkenndar í vetur að það hefur verið mikið barátta og svona karakter í þeim. En þær hafa svarað, heldur betur. Svo það líka eins og segja, uppgjafanýtingin þeirra var mjög slæm í byrjunleik sem var 57%, það er búin að bæta niður upp í 75% núna. Það hefur líka helling að segja. Það er alltaf hann að sjá til þeirra núna. Káa gerir breytingu, Annika kemur út á Rakel inn og aftur eins og að gerði fyrstur hinnu. Já. Hörkuvörn þarna. Já, vel gert hjá Anniku. Já, Rakel. Rakel segi ég. Já. Önnur hvor. Og kemur Júlía, erfið bolti á Júlíu en hún ýtar hún yfir. Kemur svo afturlega bolti frá og þessu út. Nikki og hún setur hann út.
Ég hélt í smástund að það var í Keanu Reevesin af vellinum. Það var bara Pála Vil Olmo að hoppa frá bolta. Frábærlega gert hjá Pálu. Þetta vonu Óra Matrix á hann að koma á leikinn. Þetta vona að það er bara verið fyrsta myndin. Við erum sleppt innum. Þórildur Lilja fyrir Káa. Línu ekki þarna. Já, og það missa boltan yfir og þetta er að hásjá Þórildi. Og hún virðist að vera sko manna rólegust yfir þessu. Ég er ekki vissum að hreyfist rosa hratt í henni blóðið. Amelía fagnar eins og var hann heimsmeistari en Þórildur stóð þarna pottróleg. Góð uppgjöf aftur hann hjá henni. Já. Þórildur ítir hann upp hérna fyrir Júlíu sem er að skilja hann yfir. Sem sinni á gestunum núna. Bóttir upp á miðjunni og þetta er vel klárað. Já, Inga er að gera vel úr sínu á miðjunni. Já, það er kannski að leita henni fyrir í dag. Já. Það er bara nákvæmlega henni. Ég skal nú bara viðurkenna, ég er nú bara virkilega sáttur að sjá hann að skora svo mörg stig. Já, það er gott að vita. Æja, Amelía setur hann á Pálu í afturlínu. Pála ítir honum utanlega og hann er inni. Ég veit ekki hvað að kalla þetta. Slag eða lauma eða ég veit það ekki alveg. Þetta er svona svipað að þurfa að kiksar fótbolta. Já, Pála ótrúleg, algjörlega ótrúleg. Kemur Káa 16-13. Svo er Amelía að vinna bolta. Þetta er mótræðin sem er mjög góð núna. Heiðdís svo slær út. Þessi ljótt að segja að það hlaut að koma að því. Heiðdís búin að vera svo rosalega örugg í öllu sínu. Það hlaut að koma að gæti stíði smá feilspor. Já, hún er búin að eiga mjög fínan leik í dag. En það er bara spurningin hvort hún þolir pressuna. Það er núna eða aldrei. Já, algjörlega. Sjáðu, hún er komið 9 stig. Nikki er með 15. Hjá Káa þar eru þessar kanónur. Pála og Júlía stigast að 23 á Pálu, 19 á Júlíu. 23 stig á Pálu. Já. Hún er náttúrulega algjörlega ótrúleg. Pála er líka búin að eins og þessi bolti hérna og hún hreyfir hendurnar eitthvað til og það bara verður eitthvað úr því og svo stig. Algjörlega, hérna kemur Amelía Ír. Góð móttaka og reyna að lauma hvað sem þetta segja að það gerst þarna allavega. Smá miskilningur hérna og í kjölfarið. Já. Blokk hjá Lovísu. Káa leiðir 18-13 og ég ætla ekki að segja orð að Káa sé að ná einhverju taki á þessu. Þetta sama staða var áðan. Þá komur 7 stig í rauði á gestunum. Já. Kira, Sutcliffe, blokkuð. Frábær blokk. Nú er blokkin að minna á sig að Káa liðin aftur. Það sem er verst fyrir Völsung er að núna í næstu er að fá stig þá eru þær í sinni vestur rotation. Það sem að Kristi er komið fram og hafi bæði Nikki og Kira í afturlínu. Já. En jákvæðið er allavega að það er búin að ná að losa Amelíu úr uppgjöfinni. Lost hann ekki verið úr uppspilinu svo glatt. Amelía upp á Pálu. Pála, fýtt bolti en það verðast þessu vel. Kemur upp boltin á Kíru, Sutcliffe og Rakel nær ekki að stýra þessu.
Sjáum við það fyrir það. Ég að skora sitt 7. stig. Minnkar til 19-15. Týra aftur. Það var mjög góð móttöku á Júlíu. Júlíu var svolítið í kjölfarið. Setur hann út á hárrétt. Móttökan góð hjá Júlíu en boltinn aðeins á utalað í klassinu. Spurning hvort að KA-stelpunnar sé að reyna of mikið núna. Það þurfa bara pínu að vera skynsamar. Hvert þurfum við þá? Jú, þá leitum við á Pálu. Já. Nákvæmlega. Passir ekki sleikinn í strenginn en Valdís er að verjast þessu. Hvað sagði ég? Þarna er... Lendum við vandræðum, okkur vantar skynsemi, við finnum Pálu. Það er stig. Já, hvort ég maður skráta sem Pálu eða minnstaklega mótherja, ég veit það ekki alveg. En stíð allavega KA-megin. En mér finnst þetta að lesa í KA-liði núna. Það er alltaf að læra af hreinunni áðan. Og er bras á gestunum. KA snýr vörðin svo, kemur Pála til Olmo. Þarf að hoppa tilbaka til að ná þessum bolta. Og fyrir vikið þá ítir hún full. Mikið undir boltan sem er út. Þarna vantaði skynsemun sem er búin að hrósa Pálu fyrir. Erfiður bolti, verður að koma bara inn á völlinn. Jæja, Amelia upp á Lovísu, Lovísa en góð vörn, heldur betur. Amelia fær aftur sénsinn núna, setur hún á Pálu, Pála til Olmo, blokkuð, Nikkia með risa blokk fyrir gestina, 20-18. Sjáum þetta aftur hérna. Það er nú aftur góð móttaka hjá Valdísi og laumar Pála. Já. Þarna er skynsemin, Gústi. Þarna er skynsemin. Það er nákvæmlega. En já, við erum kannski eins og segir skiljanlega svolítið að leita að Pálu núna. En vel gert hjá henni að klára þetta. Það er kannski verið spennandi fyrir einhverju að svara því að hún ætla að blokkuð á hann að því að hamra boltan. En Pála eins og segir er bara svo skynsum að ákvaða að velja eina rétta og lauma. Frábær blokk. Kemur Kýra svo greið fyrir að íta hann yfir. Amelia velur Pálu. Pála, boltinn skoppar hérna af háorninni. KA skilur honum og þessi er úti á Pálu. Vantaði ekki mikið upp á þarna en boltinn er út. 21-19 og við sjáum það eru ófáir sem er að standa í stúkunni. Það er mikil spenna hérna, það er allt undir. Þá tekur Matteo Legli. Það er aðeins að fara yfir þetta með stelpunum. En segi, það var 5 stiga fórskot fyrir löngu síðan KA í vil. Nei, það var 6 stiga fórskot, það var 19-13. Aftur eru Völsungur að koma með áhlaup á hárréttum tíma. Það er spurning hvort að KA ná að halda þetta út núna. Já. En við ætlum ekki vera aðeins og fyrirsjáanlegar að setja alla bolta á Pálu. Þurfum að halda að nýta aðeins breiddina. Já, sjáum líka hérna sko, KA er aðeins verið að gera fyrir mistök. Það var þessum síðustu 5 stigum sem það verið skoruð. Það voru þessum 3 stigum sem Völsungur fengið. Það verið 2 mistök í okkur KA-liðinu. Og þetta er þjálfarastig. Matteo kominn aftur í 0-ið. Eftir mínustig sem við gáum hún áðan. En já, þetta var ansi dýrkeypt fyrir gestina. Kemur svo Nikkia laumar.
Pála bjargar á. Pála eldrauði fram, hann þarf að garga á liðsfélagarna að redda þessu. Og í kjölfarið kemur svo Nikki með góða bolta. Tuttugu 20. Kemur Óli Kristey fyrir gestina. Hvað gerir Kristey? Þetta vel gert hjá Valdísi, virkilega vel gert. Kemur Pála til Olmo. Þetta eru sjaldséð mistök frá Pálu til Olmo. Þetta er bara langt út. Og Matteo tekur strax aftur leikhlé. 22-21 og finnum við að það komið svona smá titringur í KF-fólk hérna. Já, ég held að Matteo sé að stilla upp í eitthvað svaka plan núna. Kemur ekki óvart að hann myndi reyna að taka eftir móttöku Pipe með Júlíu. Já. Svolítið svona Pipe þar sem hann kemur hlaupandi úr 5-6 og reynir að slá hann fastan kross. Já. Já, ég meina, þú hefur búið að mæða mikið á Pálu, en jú, kannski alveg eðlilegt að reyna að virkja Júlíu aftur. Einstigsmunur, Kristey í uppgjöf. Hún má ekki klikka núna, nú þarf hún að ná að halda haus eftir leiklið. Já, bolti frá henni, boltinn svo upp á. Pækbolti frá Júlíu, en þannig á að verðast þessu. Einhvað búinn að kalla þetta. Kemur Heiður, hún er blokkuð, Júlía mætti undir, voru allar mættir undir hérna. Svo kemur Pála með frábæran bolta. Þvílík vörn. Heldur betur. Amelia upp á Júlíu aftur línu og hvað dæmir hann hér? Yfirstig. Já. Við sjáum þetta hérna en jú, það er klárlega farið aðeins á línu. Jú. Það er ekki mikið en hún vissulega fer á línuna. Tána beint á línuna. 22. Amelia upp á Júlíu, Júlía þarf að stoppa þarna, kemur þessi náttúrulega spolta yfir og skilur hún aftur yfir, aftur að káa sinnsig. Amelia upp á Júlíu, Júlía ítir honum en Heiðdís verst þessu, Hannika ætlar hann að refsa en það ná að verðast þessu tilbaka, kemur svo Nikki að blokkuð og þess er inni. Amelia, tekur stigið. Amelia með blokkina. Úff, þetta var gríðarlega mikilvægt. Við sjáum að Amelia brosir út af eyrum ennþá, skiljanlega. Ég myndi gera það líka. Já. Það ítrekka, hún brosir út af, ekki af, hún brosir ekki út af eyrum. Góður uppgjöf þarna. Kýra yfir, Káa snýr vörn í sókn, kemur Júlía Boney með hörkubolta. Hún dettur af háöldin í gólfið, kemur Káa í 24-22. 20. stigið hjá Júlíu. Káa er stigið frá að taka hennar leik og þá kemur aftur uppgjöf frá Anniku. Og þá klikkar hún. Spennan í alglimingi hér. Stig hjá Káa. Á vinnu Káa leikið með minnsta mun. Stig hjá Völsung, þá fyrir við upphækkun. Já, hérna hér. Amelia upp á Júlíu. Júlía klárar þetta. Júlía Boney. Skorar 25. stig Káa og klárar 25-23, minnsti munur mættir er. En Káa tekur hennar leik 3-1 samtals. Þetta var, ég verð að segja það, þessi seinni 2 hrinnur, 3. og 4. hrinna voru virkilega góðar. Bara beggja vegna og sérstaklega Völsungs megin, það spiluðu virkilega vel. Já. Núna í restinni þessar varnir sem þau voru að taka hérna
lífbyrjun hjá Völsungi mitt, því líka varnir, alveg frábært að horfa á þetta. Já, og ég trúi ekki öðru en að það muni aðeins læra af þessu leik, því að það virkuði ekki alveg eins og hefðu aðeins undirbúið sig rangt fyrir KA-liðið, því að mér fannst að vera svolítið lengra eftir KA-liðið heldur en það hafa verið í vetur fyrir þessum 2 hrinunum, en að hljóta alltaf byggja á þessum 2 hrinum fyrir leikinn á Húsavík sem er á þriðjudaginn. Klárlega, það vilja byggja þessum 2 hrinum sem það spilur nú í restina. Þetta var alveg frábært lag og bara þessi barátta, eins og vorum tala byrjaði þriðju hrinnu, það var að fara að hlaupa hérna út fyrir völlin að sækja bolta. Þetta bara akkurat sem að Völsungsliðið gerir og það bara þurfa að gera þetta alltaf, allan leikinn. Það krefst mikill orku, en þú vinnur ekki leikinn ef maður að gefa allt af þér. Algjörlega. Á sama tíma vil ég líka hrósa KA-liðina því ég segi það er alltaf smá mál hjá liðin að reyna að vega upp á móti að missa Helenu og Heiðu út. Það myndi bitna á öllum liðum. En þær sýndu rosalega sterkan karakter að ná að halda haus þegar Völsungur var að koma aftur með alvöru kalla tilbaka og náða að klára þetta. Klálega, bara frábær leikur, alltaf gaman að horfa á þessu 2 lið keppa. Já, og ég bara hvet alla sem geta til að mæta á Húsavík á þriðjudaginn. Liðið mætast aftur. Annars fyrst í KA-heimili á mánudaginn. Já. KA-Hamar. Algjörlega. Það verður virkilega áhugaverður leikur og við stefnum á að við verum hann líka áfram á KA-TV hér á YouTube. En að sjálfsögðu hvetjum við alla sem geta til að mæta í KA-heimili. Það er bara flott mæting núna í úrslitakeppninni og það er miklu skemmtilegra að vera í stúkunni heldur að hlusta bullið í mér og einhverjum vitleysingum með mér. En já, Birkir, ég held að við þurfum bara að setja gott eins í KA tekur það enda með 3-1. En ég segi, verður þetta ekki bara áfram hörkuleikur á þessum liðum? Ég trúi ekki öðru og leikurinn á Húsavík verður ekkert auðveldari og hann er að spurning hvort við fáum 5 hrinum leik þar eins og við höfum oft séð. Já, algjörlega. Og svo eins og segir, alvöru leikur á mánudaginn hér í KA kl. 7:30. Ég hvet alla til þess að mæta sem geta eða fylgjast með á KA-TV og þeir sem getið endilega fá ykkur góðan MSIs, okkar menn í MS og sjáumst ekki. Takk. Takk.